lærðu að skjóta? Ég meina, þið eru það ungi. Hver á heiðurinn af þessari stróku? Það sé ekki Hermann Hauksson hérna meginn og Friðrik Ragnarsson hérna meginn. Það er stöðst að segja þetta? Já, við erum heppnir með kynin held ég. Kalli á líka fullt af svartvíki. Kendi mér þetta ég var yngri. Ekki? Þetta er fjölskyldubúðunum. Hann segir það. Já, þetta er alveg staðfyrst það. Hvernig er að vera yngstu menninni í svona hópi? Er ekki verið að nýjast á því? Þetta var víst meira hérna í Densega sko. En jú, við fáum alveg að finna fyrir því að við séum yngstir sko. Halda á þessu og mæta með boltan og brúsuna og fylla og bara þetta hefðbundna bara. Þetta er ekkert aðalegt það. Það var víst verra þegar Fannar Ólafsson og Rikki Stef voru hérna. Það var bara raskildi og... Þú verður nýlega hjá Fannari? Já, ég var þar. Það var eftir fyrsta leikinn með meistaraflokki þá settist ég ekki niður viku eftir það. Fannar er fínt. Hvað er þetta hjá ykkur? Hvernig skiptið þessu upp? Nú eru þið þrír þjálfarar, sjúkraþjálfari, fararstjóri, allir mættir. Hvað ert þú að fara að gera á æfingunni? Í dag? Bara rífa kjafta að horfa á? Já. Það er að fá með kaffi og hafa það huggulegt. Nei, við erum með þetta allt skipt svona á milli okkar og reynum að vinna þetta svolítið vel saman við þjálfararnir hér sko. Svo hafa sjúkraþjálfararnir bara sitt sko. Og við treystum þeim algjörlega fyrir því. Finnur að liðka menn aðeins upp og sjá til þess að menn séu klárar í slaginn. Hvað er það að fara að gera núna? Stefnir allt í það að Finnur stofni jógastofu eftir sumarið. Er hann bara í slökkunni eða? Nei, hann er búinn að liðleiki og annað slíkt er svona hans sterkasta hlið. Þannig að ég mæli með að fólk mæti í jógastúdíu og finnst það opnar hérna í september. Ég fannst ekki að finna að setja feitaþjálfarinn í teygjurnar. Hvernig hefst þín vinna fyrir eina svona venjulega æfingu? Er það hálftími eða hvernig er? Við erum cirka hálftíma aðteypingar og léttnoð, svo komum við bara. Og svo eftir æfinguna eitthvað svipað? Já, uppundir svona klukkutími að fara eftir hver staðan og hvert æfingamagn hefur verið á undan. Það er vantarlega svolítið á þinni könnu að láta menn hugsa sig. Hvað eru menn að hlýða? Já, svona flestir. Þetta er náttúrulega orðnið að stórum parti atvinnustrákar og þeir sem eru ekki orðnir atvinnumenn er að reyna að verða atvinnumenn, þannig að þeir eru duglegir að hugsa sig, annars gengur þetta upp. Í svona ferðalagi eins og við framöndan, hvernig er svona dagurinn hjá þér? Það er bara mjög svipað og venjulegu dagur, nema bara ég þarf ekki að mæta í vinnunni, ég er í vinnunni, þannig að þeir koma bara til mín og við byrjum yfir þetta á morgunmat og svo kannski tekið smá meðferðir og svo kemur æfing og svo hádegismatur og svo meðferðir og svo kemur leikur og svo heim á hótel og meðferðir og svo farið að sofa. Þetta er svona basically, já, þannig. Ef maður er sjúkraþjálfari, hann maður hluti af liðinu, ég meina, skiptir sigur og tap máli? Klárlega skiptir sigur og tap máli. Við erum hérna til þess að vinna en ekki til þess að tapa, sko.